Velkomin í Flugsmiðjuna. Í þetta skipti þá ætlum við að zooma hérna þessi náta og nýta flugu sem að heitir Mercury Black Beauty. Fagri blakkur á íslensku sennilega, eitthvað þannig. Þetta er fluga frá Bandaríkjunum, frá Arizona og er eftir mann sem heitir Pat Dorsey. Og þetta er rosalega lítil fluga. Þessi sjáum við hér, við erum að nýta hérna tvær mismunandi útgáfur af henni á beinan legg annars vegar og svo sem sé gröbbir eða korft hins vegar. Og þessi fluga á að vera nýtt fyrir frekar lítinn legg og í því tilefni þá erum við að nýta hana á hérna reyndar þurrflugukrók sem er nettur, sem er númer 16. Þessi Dryfly Light krók frá Arex. Og við byrjum á því að henda vír, við erum með hérna þessi small vír frá Uni. Byrjum á því að festa hann niður. Við erum með hérna vírin hérna fram og endum svo að segja hérna með hann undir króknum. Þetta er fljót nýtt fluga, mjög einföld og þeim mun effektífari eftir því. Reif ég hráðinn, við sjáum. Það kemur nú fyrir bestu bæinn. Það er alltaf svoleiðis að bjarga bara með skærum með eitthvað svona snirta þetta þegar það komið lengra. Við vegjum sem sé tvinnanum þetta fram og búkurinn á flugunni er bara tvinnin og við erum að nota í þetta sem sé Semperfly tvinna sem er nanosilk, stór skemmtilegt. Mæli með því að prófið nanosilki, þið verðið ekki svikin. Þetta er 50 dennir sem við erum að vinna með hér. Og þetta fara að pirra mig hérna, þessir andar hérna sem að rugna það. Það skiptir ekki máli. Og svo erum við glerperlu, glerperlu hérna fram. Og ég hef fiskað á svipaðar flugur á þessar, meðal annars í sölustjálum. Þetta virka fínt þegar fiskurinn er erfiður, þegar hann er pikki á það sem hann er að éta og svona. Þá koma þessar flugur í þessum stærðum mjög vel út. Við festum vírinn hérna á helikopterum, eða þyrlum í burtu, restina á honum. Og í kragana á þessari flugu þá á að fara fíngert svart döbb. Hvað gera bændur þá þeir eru ekki svoleiðis? Jú, þeir fara í sonkerpokan og finna kanínudöbb, bara af sonker. Snúum það hérna. Snúum það á. Helmingurinn af þessu sem ég held á hérna, það ætti að duga í þessa flugu. Það er ekki mikið efni í þetta og þetta er tiltölulega, eins og við sjáum tiltölulega einföld fluga í hnýtingu. Þá kemur þessi kragi hérna að kúlinni. Tökum nokkra hérna þétta vafninga. Þetta má vera svona loðið, það er ekkert að því. Og svo er bara lokanútur á þetta og þá er Black Mercury Beauty klár eða fagri blakkur. Þetta er kallað fagri blakkur. Hversu lúðalegt það er eins og maður verið með eitthvað svona rúf þýðingu að láta Ríkisútvarpið þýða nafnið á flugunni. En í restina þá ætlum við að lakka hérna þráðinn. Ég er nú ekki mjög hrifinn að lakka hann með lími, en við gerum það núna í þetta skipti. Við gerum undantekningu frá meiröflunni. Það er að lakka þráðinn bara hérna, sjáðu þið. Rétt smitar hérna undir áður en að kemur lokanútur á þetta. Svo förum við með tækið í að gera lokanútinn og ég reyni að sjálfsögðu þetta í fremsta megni að láta ekki koma superglue á tækin hjá mér. Þess vegna vill ég ekki vera að nota þetta í svona hnúta, en kannski stundum er það óhjákvæmilegt þegar við erum að vinna með svona fínu litlar flugur. Og svo þarf að klippa þetta náttúrulega, þá eru skærin öll til superglue. Þannig að þetta er aðferð sem ég nota alls ekki mikið. Ég veit frekar lakka þetta bara upp á gamla ótan. Þannig að fór superglueið næstu í
niður um sig. Það hægt að nota náttúrulega líka til þess að sappa þetta svona uncure, en ég held að í þessu tilfelli sé superglúin betri. Zoomum þetta alveg hérna í rót. Svona lítur þessi Mercury Black Beauty út. Flott fluga, mjög einföld. Arizona í Bandaríkjunum eftir Pat Dorsey og ég sá þetta innan Foss.is, frábær vegur hjá honum Kristjáni, fyrir formanni Ármanna. Það mæli með að kíkja á hann, fullt af flugum og skemmtilega heitum þar inni sem ég geti lært af. Og alveg nördaskap veiði bara yfir höfuð. Þannig að ég bara þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið og við sjáumst hress og kátt í næsta vídeo. Þið með eindilega gerast áskrifundur á rásinni, setja like á vídeóið og deila því. En þangað til næst þá bara sjáumst hress og kátt. Takk fyrir.